vertu velkomin. Takk fyrir það sömuleiðis. Og verið þið velkomin í félagsmiðstöðina. Já. Þátturinn í síðustu viku bara geggja hljóð. Og bara þetta er eiginlega einu þátturinn sem við ekki fengið neitt kvart. Ekkert kvart. Einungis hrós. Já. Og í rauninni var spurt hvort við gætum haft þetta aðeins minna skýrt. Það væri bara eins og það væri tölvugjart, sagði fólk. Já, sagði fólk það? Já, það væri bara, þeir segðu þegar ég var með í heyrntólum að það væri eins og þið værið inn í heilanum á mér. Það er eiga í slopp. Já. Hélt fólk að þetta væri eiga í slopp? Já, fólk held þetta væri eitthvað þannig, eitthvað svona, þetta hefur ekki séð svona 9D. Já, fólk var bara að tala bara og hlusta að þau fundu bara andadráttin okkar. Það? Já, ok, nice. Og segði að Frikki var andfúll, sko. Ég var smá stressaður, sko, því að mögulega klúraði ég smá upptökunni síðast. Þannig að ég er mjög ánægður að fólk hafi bara verið að taka vel í þetta, sko. Já, sko, ok, við skulum fara yfir að ég var, ég var í fílu, eða ég var ekki í fílu, ég var ógeðslega sár. Já, ég var bara svo svektur út af því að þessi ævisaga, já, hún geðvik. Hún var geðvik og hún var bara ógeðslega passlega löng og ég var svo ógeðslega spennt og ég man sko, ég var bara svo hálf illa, ég talaði við Ingu eitthvað svona, svo fór ég og hringdi henni eftir þáttinn, þá var ég að fara að stökkva og þú varst að fara að airdropa á tölunni, ég bara þessi þáttur var geðvikur, hún bara geggja gaman að heyra, svo kem ég og ég hitt eitthvað, ég bara herri, ég verð að sína þetta fyrir tölvuna og ég bara þetta er hljóðið úr tölvunni úr símanum. Já. Og þar dó stemmingin svolítið. Já, og hún náðist eiginlega ekki upp fyrir bara eiginlega á morgun eða eitthvað. Já, en ég er samt alveg bara sætt að við þetta núna og finnst þetta eiginlega bara fyndið. En ertu búin að skoða eitthvað hvenær fólk hætti að hlusta á hana þátt? Já, miklu fyrir en hinnir. Það var alltaf þannig fyrsta daginn, ég eftir að skoða ég er að skoða betur. Já. Þetta er bara eins og gengur ekki. Algjörlega. Shit happens. Algjörlega. Stemmingin milli mín og Frikka, meðan við vorum að lesa þetta ógeð, hún var ekki það góð. Nei, það er það besta við þetta, ég elska þetta og þetta er svona dæmi sem mér langa að vera með bara hugin.is, portfólio og þetta væri bara efst. Bara eini strákur, voljum 1 og þetta. Og bara skrifað og leikstýrt af mér. Já. Og heyrðu, við erum í boði Hagkaup. Já. Og Dominos og Happy Hearted Creative. Ég fekk mér Happy Hearted í alltaf dag. Já, sama hér. Fekk mér Dominus í gær og komið í Hagkaup á leiðin heim. Ég ætla að stökka í Hagkaup núna. Við erum að taka þetta upp á kvöldi. Sunnudagskvöldi er meiri Hagkaups tími heldur en sunnudagskvöld. Nei, sammála. Ég er að pæla að vera að köpa með bland í póka. Já, þú veit, við keyptum okkur bland í póka í gær. Nei, í fyrradag. Fannar hérna í hlaðfréttum komið upp í stúdíó við þessi deilum, það er svona stórt stúdíókomplex. Komið daginn bland í póka meðan dag og sett í skál fyrir kaffistofana. Það er bara hérna frammi? Já, gaur. Ég ekki fengið mig bland í póka bara síðan ég var 15 ára. Ég er bland í póka kall. Ég er ekki drosa mikið nammi kall. Þótt að maður myndi halda bara hvernig ég líti út. Já, hvernig þú læginu. Já, hvernig ég læginu bara svona. Þólið og okkar. Já, þólið og hvað ég anda ekki djúpt. Og ofnir það súkulegur. Já, og svona í kverkunum er ég oft með eitthvað svona stótt. En það er ég meiri matakall. Já. En blandi í póka en ég er þannig, ég er kannski bara með 5 tegundir sem ég fíla, ég kaupi bara endalist af þeim. Já. Þú sko ég er það þessu landsrif farið, en jú, ég gerir það, ég eiginlega, sko það sem ég gerir, ég kaupi kannski bara eitthvað þrennt, þú veist, ég fer bara út í búð í Hagkaup og kaupi eitthvað svona, þú veist, þetta súkulegstykki, þetta hlaup og ég fer ekki á nammi barinn, skilur, og svo bara blanda það sjálfur í skál. Ertu samt, akkur er ég samt ekki einhvern veginn, ertu einhver rosa mikil nammikall, ertu ekki meira svona eftir þetta, eða svona churros og... Elska allt sem er óholt, sko. Hvað sem það heitir, burger, fröllur eða hlaup, sko. Já, við fengum okkur Dominos í gær yfir Kate Steel. Tjöfull var það, perandi maður. Streymið þetta grínast. Ég líka bara fatt ekki, það er alltaf eitthvað vesen á þessu. Hvernig geta þær ekki verið búin að finna út úr þessu? Ótrúlegt. Kate Steel er þess að hérna bardagakvöldi Doncaster í Englandi sem að Reykjavík maðurstrákandi fara á. Já. Og ég hef farið 2 ár út. Já, stelpunar, já. Svínið þitt. Já, bara ekki þegar ég hef verið. Nei, þú náttúrulega, já, þú hef farið 2 ár. Ég hef farið 2 ár og þá og já, þekkjum náttúrulega fullt af strákum hana. Og stelpum. Og stelpum líka, ég þekki enga stelpum hana. Jæja.
Söru, en hún er ekki að keppa. Nei, hún er ekki ennþá. Nei. Hún er hótað. Aha. Já, í glímu eða MMA. Hann langar að keppa í glímu núna í mars. Er hún eitthvað í kickboxi eða eitthvað svona? Hún var að byrja í kickboxi. Ok, ekki. Og hún er alveg komin með, það er komin smá flug í höfuð hann að fara að keppa í MMA sko. Við förum alltaf út þá. Ég eftir að grínast við bara. Heldur þú ættir ekki erfitt með það sant? Ég? Nei, ég ekki með hvað hún er ruggluð í jitsinu sko. Aha. Já. Ég veit ekki hvort að Inga myndi mega horfa á mig. Nei, þú myndi líka bara eitthvað 27% að láta lemja mig að einhver staðar í Breiðholti. 27% fyrir að láta berja mig einhver staðar í einhver hring. Já. Sko, er einhver heimur þar sem að þú sér fyrir þér að fara að æfa bardagaíþróttir? Já, það er það. Mér langar að rosa mikið, skiljur. En ég bara einhvern veginn ég hef ekki tíma syndrom, skiljur. Nei, en þú hefur líka bara eiginlega ekki tíma punktur. Þú ert Nei, að gera ég veit ógeðslega það, mikið. ég veit það. Þú veist, reyndar aðeins minna núna eftir að ég meina, þú varst að læra sálfræði. Já. Svo bara hættur því og varst pabbi. Já, en bara það tók bara við leið og svo ertu með Esjuverk. Og Esjuverk, svo er ég með podcasti núna og er að gera plötu, en mér finnst að platan komin á góða leið, sko, og mér finnst ég komin í góðum rytma með session. Bara ef Þormóður svarar þá er ég til session. Ég er einu oftast að taka bara hvert laugardag eða eitthvað svona skiljur. Og þetta er alveg, mér finnst þetta komið alveg á góða leið sko. Já, en já svo er ég líka, ég er náttúrulega líka svo mikill golf, elskar golf. Þú veist, ég fór í golf núna og þú veist, og ég er bara eitthvað svona að hugsa hvort maður er að fara að gera eitthvað bara eins og ef ég myndi fyrir hjá þú veist það er bara að vera bara eins og Sara bara klukkan 6 á morgni eða 5 eða eitthvað skilur út að þú veist svo vagnar Haukur 7 og Lúkas vagnar setna. Gerir þetta ekki bara þegar Esjuverk komið eitthvað aðeins meira skrið og þú þarf ekki að setja svona mikinn tími það sjálfur? Jú, og líka bara þegar yngst er hún eldri. Já, þú veist. Nákvæmlega þegar leikskólinn kikkar inn. Já, og það er einhvern veginn, já. Það er svo mikil breyting þegar leikskólinn kikkar inn. Já, það ekki. Jú. Please. Já, ég fór í golfhermi aftur. Mér langar svo að fara með þér í golfhermi. Já, ég er bara til það. Það ekki? Jú, en já, ég er náttúrulega við búum. Þú ert með þarna Sóni Eriksson. Hvað? Settið þitt. Já, settið sem, já. Sko, einmitt. Við búum á, hvað sagðirðu? Við búum á sikkurum tíman. Af því að þú veist, ég reyndar núna að því að ég er að gera plötu, þá er ég bara alltaf í stúdíu. Já, ég hugsa líka að það sé til dæmis dæmi eins og núna, þú veist, það er kannski erfiðar að gefa sér tíma í podcastið og gera hitt og þetta, meðan þú ert að gera plötuna, skilur, það er ekkert svo langt eftir að því. Nei, ég ætla að klára hana bara næstu viku. Já. Ég er að klára hana bara á föstudaginn í næstu viku, þá er það tilbúin. Og það er bara... Og það er... Af því að hérna... Strumpur. Og sem sagt, málið með plötuna sátna... Já, sko, ég hef eftir að skrifa bara eitthvað 2 versi eitthvað. Lögin eru bara klár. Já. Shit. Já. Hvað hefur dóttið eitthvað svaka skrif þá? Já. Og þú varst alveg í súpunni hana nei, þú varst svolítið svona stressaður eða svona áhyggjufullur. Ég var smá ströggla. Ég náttúrulega byrjaði plötuna í lok árs fyrir norðan með Þormóði. Þar gerðum við 2 demo sem voru reyndar, þú veist, komust alveg langt á leið og svo er ég búin að vera bara, eins og ég segi, ég er bara búin að vera að mæta 8:30 í stúdíóið og er að fara bara eftir miðnætti og ég er bara búin að vera heppinn að detta á eitthvað, skilur. Já. Það er eins og en þú setur líka svo mikla pressa sjálfaði með því að bara nú verði ég að gera hana. Já, skilur, ég veit það. Þannig að þá líka kannski ertu meira stress. Já, en þá ég er líka bara einhvern veginn opnari fyrir bara, þú veist, hugmyndum einhvern veginn, hvernig maður týnir bara hugmyndir svona úr að þú veist, já, ég er langt bestur bara undir pressu. Og engin single, ein plata? Nei, ég ætla bara að droppa plötu. Heitir lagið Rose sem að þú veist að laga? Nei, lagið heitir hérna sko, ég skipti í 2 lög. Já, það? Já, okay. Þau munu heita hérna, Verðugan andstæðing og Uppselt. Þannig að rólegi parturinn verður Verðugan andstæðing. Sérlaga. Já. Þannig að það skiptir ekki milli. Nei, ég hugsi ég taki sko þetta er leiðilegt kontent. Nei, ég veit ekki hvað þetta er. En þetta er samt, við erum að tísa. Já, en það verður svona Verðugan andstæðing, svo Uppselt og svo outro. Okay. Og þá kemur, þú veist, rólegi kaplinn í outrónu. Herri Gaur, spenntur að heyra. Rósa geðillag og bæði geðillag. Ég verði að sína þitt sem ég var að gera. Það er ekki tilbúið samt. Ok.
Þetta er ekki tilbúið samt. Er þetta Louis Vuitton tattoo? Nei. Herðu, er þetta fucking djóka? Ég tjókaði, ég hafði ekki tíma út að hvað stílu að byrja. Ég er að sína þér. Það er ekki. Það er sko, þetta er öðruvísi en venjulega. Það verður, þú veist, feitað hingað. Ég er að sína þér mynda eftir. Já, má ég ég ætla að taka mynd fyrir podcastið. Já, þú veit. Sko, fyrir ykkur sem er bara að hlusta, þá er hann Huginn er komið með Cowboys tattoo á kálvan með gólinn og allt, bara logoið. Já. Og ég lit Adda út af að logoið var svo ekki, þú veist, það var ekki lokað, þannig að hann gerði þetta sko, hann lokaði því og feitaði, þannig að stafirnir eru svona hálf skiptir, það verður svona eins og þessi stafir. Ótrúlega flott. Oh yeah, Styrmir minn á Selfossi gerði þetta. Þetta er klikkað. Og ég sagði mér í dag eitthvað, já, ég var svo lengi á Selfossi og ég var svona, vonandi spyr hann ekki hvað ég var að fá mér út af allt annað sem ég fekk eitthvað smá magan, þú veist, það er svo lítið. Já. Þannig, já. Oh my god, þetta er geð. Það er ekki? Jú. Mér finnst það trillt mig, ég er ekkert eðla ánað með þetta. Þetta er sick, sko. Ég þarf eiginlega að fá mér þetta líka. Er ég með pláss á kálunum með það? Já, ég er ekki með neitt í það. Já, fáðu þér hana. Mér finnst þetta koma svo vel út. Já. Hérna, og stafinir, þetta er svona... Þetta er ótrúlega flott. Ótrúlega díteilað. Ég sýna myndina. Geðveikt. Já. Ég er náttúrulega með eini strákur á handlegnum. Þú verður flotti saman. Já, ángríns. Love you bro. Heyrðu, mér langaði ég er með eitt hérna. Mér langaði, þetta er búið að vera svolítið í gangi smá tíma. Okay. Bekkamálið. Fá þína skoðun á því. Já. Og nú er þetta svolítið búið að meltast og allir svona slúður hana landsins búinir að hafa sitt með þetta að segja og nú vitum við bara hvað er í gangi. Já. Hvað, vitum maður ekki, en hver hefur rétt fyrir sér? Sko, ég hef ekkert eitthvað rosalega sterkar skoðanir þetta, en mér finnst þetta að vera fjölskyldu harmleikur sem á ekki vera í fjölmiðlum. Það er nákvæmlega bara minn punktur og við skulum ekki tala um þetta. Nei, heldur að hann sé alveg bara frekjast eða heldur að þetta sé bara blanda? Ég held þetta sé, hvað er hann gamall? 27 held ég fættur 98, 28 ára eða eitthvað. Ég myndi bara loka á hann sko. Sem pappin? Já, bara gamli, bara cut him off og bara er eftir eitthvað rugglaður, hvað er það að hæla? Eða þú veist, það er eitt að vera eitthvað, þú veist, í bífi skiluru, ekkert bífi, en svona eitthvað að rífast innan fjölskylduna skiluru, en að taka það svona public þegar að skiluru, þau eru svona... Það sem mér varst hellast við þetta var þegar hann var að tala um að mamma sem var eitthvað grænda honum og eitthvað hann aldrei liðið eins óþægilega ævinu. You're cut off from the wheels. Já, en já. Ég veit ekki bara eitthvað gerpið eða... Jú, öruglega, en ég held samt alveg að þau séu trúalega sé alveg svolítið svona mikið pælt í eitthvað svona halda Beckham ímyndinni og frekar en eitthvað bara vera hlýr við barnið þitt, skilur. Já, ég veit það ekki. Ég held að ímyndin náttúrulega skiptir rosa miklu máli, en það er líka bara, þú veist, vinnan skiptir bara miklu máli fyrir, þú veist, að því að, þú veist, hann að fara á Instagram og segja bara, bara eitthvað, hvernig gastu eitthvað, ég man ekki hvernig það byrjaði en bara eitthvað, þú veist, mamma og svo vond við konuna mína í brúðkaupinu eða eitthvað bla hann að segja það á Instagram er eins og þú að labba inn á kaffistofuna hjá pappaðinum eða mömmuðinni og bara mammaði mín, þú veist, bara fyrir framan alltaf samstæðsfélagina, þetta er svona smá þannig að þú ert bara fucking with their money sko. Og þú ert líka einhvern veginn að hópa liðið gegn þeim. Já. En hann vildi alltaf meina að þau varu búin að gera það við hann og konuna sína. Já, en bara ekki öll hinn börnin. Get a grip. Get a grip, Brooklyn. If you're listening, cut this off. It's never this, Brooklyn. No, never. Talk to your family, Brooklyn. It is. It is. And that is. Ég var að spá að vera með lagakeppnina. Já, í boði Happy Hydrate. Já, í boði Happy Hydrate. Og þetta er það sem ég tek sem sagt 3 lög. Og ef þau eru ensk þá því þau eru íslensku og öfugt. Ég ætla að byrja að lesa. Ég er spenntur. At this time of year, you're the one I think of most. Þetta er á sama tíma sama stað. Já, ertu að grínast? Vá, hvernig fattar það? Ég man, þegar ég var að þýða Hver af þessum tíma ásins Já And you know that I know you know that you know that though the oceans keep us apart nice.
We will always have this place. Nice. Ok. Vá, ég er í sjokki. Já, Ég held að ég hefði ekki náð þessu sko. Ok. Smá tís fyrir plötunum mína. Á morgun er ég að fara að taka session með einhverjum sem er í þessu lagi. Í alvörunni? Að koma að þessu lagi, já. Þú er snillingur. Já, Ég hef ekki takk, hugmynd takk, hver nei. þetta er. Og hver það geti verið. Ok. Ég hef verið að hringja. Ég hef verið einn nógu lengi. Kannski getur þú sýnt mér hvernig á að elska. Kannski. Ég er í frákvörum. Þetta er Weekend. Þú þarft ekki einu sinni að gera mikið. Þú getur kveikt í mér með einni snertingu, elskan. Ég líti í kringum mig og syndaborgin er köld og tóm. Ó, það er enginn hér að dæma mig. Ó, ég sé ekki skýrt þegar þú ert farin. Blinding Lights, The Weekend. Ég sagði, ó, ljósin blinda mig. Nei, ég get ekki sofið fyrir en ég finn snertingu þína. Já, þetta er svo fallið. Þetta er ógeðslega fallegt. Þetta er ógeðslega fallið. Þetta er ógeðslega fallegt hjá honum. Svo viðbjörslega fokkin fallið. Og ég veit, hvað lag er þetta aftur? Ég man ekki eins og hvað síðasta lag er, býðum. Ok, Long Nights With You. Still don't know where it's gonna go. Jú, ég veit man hvað þetta er. Sharing a love story with me. She was always talking about someone else. Yeah, I've reached a place where she can't get me back. And I won't move if I'm feeling all right. I go out at night just to make her jealous. Now she won't stop calling me. But I'm so much better on my own. So I don't have to think about where I'm supposed to be. There's no love for the two of us. So much better alone. Þetta lítur að miklu betri. Except when I've got nothing to do. Það er rétt. Já, takk. I've reached a place where she can't get me back. And I won't move if I'm feeling alright. I go out at night just to make her jealous. Now she won't stop calling me. Nice. Þetta var mjög góð framistæður. Já, takk fyrir. Ég er orðin svolítið svona, ég hugsaði núna, ég setti mig í kvisskýrin. Já, mér veist, nummer 1, ég tók sko þetta með Elvari út af, þú veist, ég veit að þú hlustar ekkert rosa mikið á einhverja nýja tónlist eða eitthvað þannig ég kannski hugsaði að það var erfitt. Svo er Helgi, ég hugsaði að nú myndi náði í endan, en saman tíma saman stað, það sem er rosalegt. Já, it's this time of year. Saman tíma saman stað. Já, það var geðveikt. Já. Geðveikt, takk fyrir þetta. Ekki málið, ég búið Happy Hydrate. Já. Ég er að fá nýjan fjölskyldu með morgun. Já, heyrðu. Það er svaka, ég nefnilega þorði ekki að tala við strákunum með dag. Við fengum okkur brönn saman í dag og ég þorði ekki að tala við það það fyrrabræðin. Ég heyrði að þið voru að segja huppa en þannig að þeir voru að tala um, þegar þú fórst eitthvað, þá voru að tala um að þeir voru með þrist og fjarka. Já. Já, má afa. Já. Og ég var ekki svona, já, geggjað. En þorði ekki að tala um Einmitt, Anna Sofíu. Já, Sofíu. Er það skýrt frá ykkur eða fáið Anna Sofíu? Við fáum svo, við ráðum því, skilur, en Sofía er bara svo gott nafn á það. Já, það er mjög flott nafn. Við erum að fá hund. Já. Í fyrramálið. Nei, í hádeginu morgun. Og þetta var mjög fljótt að gerast. Já. En þið hafa samt talað þetta í smá tíma eða svona aðeins verið að svona pæla í þessu. Basically, eftir að við fluttum þá, við erum með garð og við höfum talað um það að það væri Þið erum með lúxusgarð, segðu bara eins og Við erum bara með lúxusgarð og við höfum talað um það að því að sko, ég ólst upp með hund og Sara ólst upp með hund og við höfum talað um að það væri eiginlega bara svolítið ósanngjarnt gagnvart heiminum ef við myndum ekki vera með hund þarna. Og væri ekki verið að nýta þetta pláss í eitthvað? Já. Við höfum farið, nákvæmlega. Við höfum farið sko að skoða. Ertu ekki þrættur að tína honum í garðinum? Nei, á fæn bara annan. Þetta er 50-100 séu fluttum. Nei, við höfum farið að skoða hunda áður og svo höfum bara tímasendingin ekki mega sens og hvað. Þetta er náttúrulega fyrir skuldbinding. Já, algjörlega. Og við vorum líka að skoða, aðra hundategund sem er, aðeins hressari og svona aðeins meira vesen. Þessi er heldur þungur á sér. Þessi passa vel inn í fjölskylduna sko. Þetta er English Bulldog. Já. Og
já, ég er að chilla bara á föstudaginn með hérna Pétri og Krismundi og Pétur er sko með English Bulldog á heilanum, Pétur er frændi minn og En byrju, Þristur og Fjarki, þeir eru... Nei, þeir eru Boston Terrier. Já, ok. Og hérna, og hann sýnir mér eitthvað, Sofíu, það hefur verið að auglýsa hana til sölu. Og ég verð bara ástfangin og ég senda hann á sölu og ég bara, erum við að fara ná í Sofíu? Og hún bara, já, ég þekki rétt þann, förum að skoða hana og við förum bara brunum til Hveragerðis og hérna, hittum við Sofíu og hún er geggjuð. Og Hveragerði? Já, Hveragerði. Þannig að hún er í Hveragerði að flytja í Kelp. Shit, eins og þú? Eins og ég. Geðveikt. Ég ætla að lesa fyrir þig. En er þetta líka, ég sá að hún er rosa dugleg eitthvað, er hún eldri en venjulega? Já, hún er eldri en venjulega, af því að sko ræktandinn ætlaði að eiga hana fyrir sig. En hérna, svo bara... Sá hún hvað hún var svona skrítin og treg. Já, nei, bara aðstæður breytust hjá henni og þú veist, hún þurfti bara að selja hana. Ok. Ég sá nefnilega, hún kann alveg setjast og... Já, hún er búin að fara hvolpanámskeið og þetta er mjög þægileg dæmi, sko. En ég sem sagt, hérna, var eitthvað mjög spenntur og var að googla bara hvað eru svona persónueinkenni English Bulldog og það er eins og ég hef verið að spyrja hvað er mín persónueinkenni og ég ætla að lesa þetta upp hérna. Ertu tilbúin? Já. Viðbúin? Já. Ok. Persónueinkenni, þeir eru ástúðlegir og tryggir. Makes sense. Já, þeir mynda sterk tengsl við eigendur sína og elska vera nált fjölskyldunni. Þeir eru rólegir og afslappaðir, þeir eru frekar rólegir hundar sem njóta þess að liggja og slaka á heima. Þeir eru góð með börnum, þeir eru oft þolinmóðir og mildir sem gera þá yfirleitt góða fjölskylduhunda. Þeir eru þrjóskir en klárir. Heyrðu. Þeir geta verið þrjóskir í þjálfun, þeir skilja skipanir en gera stundum bara hlutina á sínum hraða. Félagslindir, þeir eru yfirleitt vingjallir gagnvart gestum og öðrum dýrum þó þeir séu ekki mjög orkumiklir. Þetta er nákvæmlega eins og þú. Þú ert ógeðslega næs en oft bara svona ekkert orkumikill. Þrátt fyrir rólegt skap geta þeir verið hugrakir og vilja vernda fjölskyldur sína. Algeng hegðun, og núna er þetta bara hún bara gíska hvort ég er að lesa mig eða hundin. Kjósa stutta göngutúra frekar en langa. Þetta er svo mikið þú sko. Shit. Eru yfirleitt kúruglaðir og vilja athygli. Ég var að taka viltu labba eitthvað lengra? Ég var svo kallt og bara gott. Þeir geta verið latir og sofið mikið. Þeir gelta yfirleitt ekki mikið. Í stuttumáli ensku Bulldog er rólegur, tryggur og mjög ástúðlegur fjölskyldur sem hendar vel í rólegt heimili. Og svo er eitthvað, maður sjá. Gekkja samt. Já, þetta er nefnilega gott sko. Og svo er sko verja þeir heimilið að einhver leiti já, þeir geta verið varkári gagnvart ókunnugum eins og ég. Þú veist það. Þeir eru hugrakir og geta staðið með eigundu sínum. Já, stendur og útlitið þeirra getur fælt fólk frá. Það er nákvæmlega eins og þú. Það er alveg nákvæmlega eins og ég. Þetta er frábær fjölskylduhundur sem getur verið vendandi en hann er fyrst og fremst félagshundur frekar en varðhundur. Já. Og þú varst alltaf ekki að fá þennan til að vernda heimili. Nei, nákvæmlega. Þú varst alltaf tilbúin heima. Ég er bara gjössalega, ég er bara bíða sko. Þú ert að vona. En svo er það heldur gott sko, ég spurði þú veist hvernig er með hérna, veist, íslensku veðrið og eitthvað. Herðu, þeir á stuttan feld og lítið þól fyrir miklum kulda. Þess vegna eftir göngur í kulda verður frekar stuttar. Er ekki átt að setja svona úlpu? Jú, ef maður fílar langa göngutúra. Já, en þið fílaði ekki. Nei, svo spurði með hitan sko. Já. Þeir hitna fljótt, þeir þurfa skugga og vatn og forðast skal langar göngur í hita. Geðveikt. En svo hérna náttúrulega búum við svo vel að því hérna í stúdíónu að það má vera með hunda. Þannig að það er ekkert óleiklegt að Sofía muni bara vera gestur í næsta podcasti. Það er enda geðveikt. Já, ég með bara taka hana með mér. Ég sá líka daginn þegar hérna að Tipóði þær voru að reyna að taka podcast með bara eins á spannið hennar Birtu eitthvað. Nei. Jú, það var úrslega að fyndi ef við myndi ekkert koma með Lúkas. Já. Vera með hann hérna og þú með hana. Það myndi vera að fyndi í svona 6 mínútur og grenja. Já, það myndi bara heilt. Fram. Farðu fram Lúkas. Sofía, taktu Lúkas fram. En hvernig er, og strákandi vita náttúrulega, hvernig var það eitthvað svona revíl? Voru þeir búin að biðja þetta lengi eða? Já, Björgvin, sko það fyrsta sem við sögðum með Björgvin, fyrsta sem Björgvin sagði, við sögðum við vorum að flytja. Já. Og við myndum vera með garð
það var fyrsta sem hann sagði, getum við þá fengið okkur hund? Já. Hann langar mjög mikið í hund. Þú sagðir ekki Já, séns. nei, hættu þessu, farið í PlayStation. Já, farið í PlayStation. Við erum ekki fólk sem úti. Nei, við fylgjum stutta göngutúra og að liggja í sófanum, Björgvin. Heyrðu, ég ætla að fá að taka þig í smá hérna hvort myndur frekar. Já. Og þú mátt endilega hugsa málið og taka þetta svolítið fram og tilbaka. Já, kekja. Er þetta eitthvað svona, er þetta að taka svona serious, Þetta er ekki eitthvað djók, haha. Okay. Þetta er, ég væri til í alvöru pælingar. Já. Ok, hvort myndur frekar, og þetta er ekki eitthvað sem ég tók á netinu, þannig að þetta er hugsað bara sérstaklega fyrir þig, ég bjóti bara til. Hvort myndur frekar, þetta er í boði, Dominos. Já. Bestir, fegg með pizza í gær. Já. Yfir Glacier Fight Night. Dominos. Yeah. Heyrðu, hvort myndur frekar aldrei aftur standa á sviði eða aldrei aftur setjast í stúdíó og sófa? Eða basically bara aldrei aftur fyrir stúdíó. Ég myndi aldrei aftur fara á svið. Í alvörunni? Ég held það. Hvað ég bara taka sömu lögin, ég er nóg þreyttur að það núna, sko. Ekki búin að gefa þetta svo lengi. Færið þú leið á lögunum þínu með? Nei. En ég er ennþá bara að taka upp til hópa á öllum gigum. Já, ég er með 22 gig í mars. Aha. Já, og þetta er bara alltaf, ég tek alltaf upp til hópa. Nei, ég verð ekki þreyttur að það, en mér langar samt, mér finnst samt, þú veist, ég gerir tónlist meira en ég fer á svið, skilur. Já, einmitt. En þú veist, en mætti ég gera lög, ég mætti bara ekki verið í sófanum, eða... Þú mátt bara ekki, annarkvort máttu ekki semja fleiri lög, en þú máttu bara gefa fleiri lög, bara Geiri og ég semja bara fyrir þig eða eitthvað. Og mætti ég syngja þau? Já. En ég má bara ekki semja lög? Þannig að, já, þetta er basically bara hvort myndur frekar hætta að syngja lög eða hætta Nei, hætta að gefa út lög. Já. Nei, fyrir ekki, nei. Þetta er, já, þú mátt bara ekki annarkvort hætta að gigga eða hætta að semja lög. Því ég veit sko að þér finnst skemmtilegra að semja lög heldur en að gigga. Oft finnst þetta erfitt en stundum skemmtilegt að gigga. Já, mér finnst mjög skemmtilegt að gigga. Mér finnst það líka orðið auðveldara í gegnum árin sko, en mér fannst til dæmis eins og þegar ég fór í pásuna, eða þú veist, þegar ég svona fór að minnka og allt þetta, þú veist, það var út að mér fannst ógeðslega erfitt að gigga og mér fannst bara að ég var með gigga á föstudegi að þá var bara öll vikan ég var bara að hugsa það, skilur ég, og ég var bara shit, skilur, mátti ekki missa röddina, mátti ekki eða skilur ég svona, þannig að þetta var orðið svona, þess vegna fannst mér svo gott að kóla mig út, sko, þetta var svo mikið, en ég hugsi myndi frekar ekki gigga, sko en einu giggin sem ég væri þá kannski að svona það er náttúrulega mörg gig sem eru skemmtileg en aðalega sem ég er að hugsa núna, skilur, eru, þú veist, eins og á afmælistónleikunum þínum og svona dót, skilur, þú veist og það er náttúrulega, þú veist, ógeðslega gaman, skilur, og mér finnst það auðvelt og gaman með þér, sko, þú veist. Þannig já, ég hugsi myndi frekar gera lög og bara leyfa öðrum að gefa það út. Ok. Þessi er svona, já, hvort myndirðu frekar þurfa að drekka 2 lítra af vatni í hvert skipti sem þú keyrir bíl. Bara þú ert verið stýrið, það er bara að tjögga 2 lítra af flösku. Eða aldrei aftur horfa á YouTube í símanum á meðan þú keyrir. Ég myndi drekka 2 lítra vatni en ég þurfti að plana það rosa vel. Ég má ekki, ef ég keyri 4 sinum á dag, ég má ekki drekka 8 lítra á dag af vatni. Ég veit ekki hvað er reglan. Ég verði ekki að checka því. Mjög mikið á YouTube um hún keyrir. Nei, það er ekki rétt. How much water per day is dangerous? Sko, ég hugsa bara ef ég er að drekka ef ég keyra 4 sinnum, það er ekkert mikið, sko. Ef ég fer út í búð, þá er ég að drekka 4 lítra, sko. Já. Ekki nú fara með lúuna. There's no set amount of water that causes water intoxication. The kidneys can process about 1 liter of fluid per hour. Nice, ok, þannig að þú mátt bara ekki vera að hoppa mikið inn og út. Ok. It's a good idea to stay hydrated, but not to consume any more than the recommended 2 to 2.5 liters per day. Þannig að ef ég væri, þú veist, að skutla á 2 lítrar á dag recommended? Mér finnst það ekki svakalega mikið. Nei, ég er enda saman. Já, ef
þess mætti ég vera bara með YouTube að þarf ég að horfa, nei þetta er ekkert, ég þarf ekkert að horfa á YouTube. Nei, þú mátt bara aldrei gera það aftur. Já, þá vel ég það. Aldrei aftur að horfa á YouTube út í stýri. Já, ég var að miskilja þetta, þá vel ég það okay. Þú mátt aldrei gefa út annað lag eða aldrei aftur nagaður neglunar. Ég nagaði ekki með neglunar. Þannig að það er mjög öll, ég myndi aldrei nagaði með neglunar. Var þetta skot á sjálfa þig? Við erum greinilega stattir í Borgarleikhúsinu. Þú ert að djóka? Það er leikrit í gangi hér. Ég nagaði ekki með neglunar. Ok. Hvort myndir frekar aldrei aftur vera, byrju. Varst þú sett ekki í ykkur vesenni með að nagaði neglunar tímbili? Var það ekki, sett í alvöru? Var ekki stóran? Byrju, leið mér að spyrja, ekki grípa henni. Ok, sorry. Hvort myndir frekar aldrei aftur vera í síðbuxum. Já. Eða aldrei aftur vera með derhúfu. Aldrei aftur í síðbuxum. Já. Ég er endar mjög mikið í stuttbuxum. Þú ert mikið í stuttbuxum sko. Og þess vegna líka sagði ég ekki húfu að því þú veist, þetta er bara derhúfa og síðbuxur. Þannig bara þú fer í brúðkaup þá þarftu bara í stuttbuxum. Já, það er endar alveg dagir. Ekki nema en á Ítalíu. Þú mátt ekki vera með derhúfu. Nei. Þú ert oft með derhúfu sko. Já, en samt sko það er mjög óhendugt að fara að vera þú veist bara þú veist í brúðkaupi ekki nema að sé í útlöndum og vera bara stullum. Maður vera í kvartbuxum sem eru aðeins lengra en kvartbuxur. Nei. Ok, þá Nei. Ég minnst að durglega vel í stuttbuxur og ég er líka talsmaður þess að ef þú ert að fara í brúðkaup og svona að vera klæddur í því sem þið langar í, ekki vera í ykkur svona eða fatturum, vera klæðið eins og þið langar að klæði. Já, út af því að Fubu fekk bara ekki hæpi sem að skilja þetta á Íslandi. Nei, að vera ekkert í ykkurum óþægilegum fötum fyrir einhvern annan. Fatturum? Ég fíla, þú ert a rebel. Þannig að þú velur aldrei aftur derhúfu. Nei, aldrei aftur síðbuxur. Já, en þetta er samt alveg, já. Þetta er erfitt. Þetta er erfitt. Það sagði enginn dærið öðvöld. Hvort myndir frekar fara í sjósund á hverjum degi í desember eða fara í sturtu á hverjum degi í 3 mánuði. Hvað ertu að reyna að gera hérna? Hvað? Ég myndi að bara fara í sturtu á hverjum degi í 3 mánuði og bara að eilífu. Ok, þú ert alveg viss með það. Já, en þú? Ég held að vera að koma eitthvað svaka erfið sko, því ég fíla alveg sjósund sko. Já, þannig að þú velur það? Nei, alls ekki. Ég vil frekar, eða þú veist, jú, ég get alveg valið það, ég má samt alveg fara í sturtu á hverjum degi. Nei, það þarf ég að fara í sjósund. Það þarf ég að fara í sjósund. Þú þarft að fara í sjósund á hverjum degi í desember eða þú þarft að fara í sturtu á hverjum degi í 3 mánuði. Alla desembera? Já. Nei, ég vel bara sturtuna, skilur, hvað meinar þau? En þú veist, ég var að hugsa ef ég færi í, já, auðvitað vel ég það. Ég ætla að taka fram að ég var aðeins að miskilega, auðvitað vel ég sturtuna. Og ég vil líka taka fram að það er Átni sem naga neglunar á sér, ekki ég. Ég hef aldrei nagað negl. Naga negl. Nagaði negl. Nei. Emmett. Þetta var búið Dominus. Fannst þetta ekki skemmtilegt? Jú, þetta var mjög skemmtilegt. Og þetta var mjög svona, mér finnst þetta mjög ásakandi spurningar. Herri, ég var að spá að hoppa bara beint í, ég bjóð til og þú hefur verið svona sagt að þú varst ekki mikil íþróttamaður. Bittu. Í æsku. Og fylgist ég var í A-liði í fótbolta. Á Hveragerði? Í Hveragerði í 1. bekk. Já, ok, og þú eru oft talað að þú fylgist ekkert rosa mikið með fótbolta? Nei, ég fylgist ekki. Eða íþróttum yfir höfuð, þannig ég bjóð til mjög basic íþróttakviss. Ok. Og þetta er svona common knowledge. Já. Ég myndi segja að flestir ætti að fá 10 spurningar, flestir ætti að vera með allavega 8-9. Ok. Svo svona, ég vil bara segja að ég fæ mikinn prófkvíða. Algjörlega, til líður mjög illa í bara, prófum. Bara, takkið það svona, þú veist. Þess vegna hættur í menntaskóla. Já, ég fekk svo mikinn prófkvíða. Algjörlega. Já. David Beckham er líklega, talandum hann. Já, þetta er í boði hérna Hagkaup. Já, let's go. Hagkaup. Við elskum Hagkaup. Og takkapið. Og takk. Þessu snildi er takkapið. Takk fyrir takkapið.
David Beckham er líklega einn frægasti fótboltamann allra tíma en hann spilaði fyrir 6 lið á sínum ferli nefndu 3. Ok. Þetta er alveg svona, þú verður að gefa þetta er alveg svona nokkuð common. Já, nokkulega. Myndirðu halda? Já, sko hann spilaði fyrir Manchester United. Ég veit það. Hann spilaði fyrir Man U. Hann spilaði, fæ ég einhver gísk eða þú veist, ef ég segi eitthvað vitlaust er það bara Nei, mér finnst þetta eiginlega bara 3. Ok. Hann spilaði, og ég veit ekki hvort þú sést með hana, en hann gerði það, hann spilaði fyrir enska landsliðið. Já, það er ok. Eftir að lesa spurningur áttur? Ok, þá er það, já, gerum það þá. Ok, en það er þá, en áður heldur á þá máttu ekki segja hann spilaði fyrir 21 áslagslið og 17 og 19. Nei, ég myndi aldrei gera, enska landsliðið er bara enska landsliðið. Ok, þá spilaði hann fyrir 7 lið á sínum ferli. Ok. Nefndu 4. Ok, hann spilaði fyrir enska landsliðið, hann spilaði fyrir Manchester United. Og ég verð að viðurkenna að næsta er bara algjört gisk, sko. Ég veit ekki annað lið, sko. Ég er svona að reyna að sjá hann fyrir mér í einhverju treyju. Þú veist, ok, mér líður, hann og Eiður voru að spila á svipum tíma, er það ekki rétt hjá mér? Já. Ok, og ég veit að Eiður var í Chelsea og Barcelona. Já. Og mér líður eins og þeir hafi ekki spilað saman. Þannig ég ætla að taka Chelsea og Barcelona út fyrir sviga. Það að Eiður spilaði fyrir Barcelona og Chelsea segir mig það að það er hægt að spila fyrir enslið og ekki enslið. Þannig að það víkkar þetta svolítið. Það víkkar svolítið, þá ertu komið með bara allan alheiminn. Það gæti verið að David Beckham hafi spilað fyrir Real Madrid. Það er lið sem ég veit að það er til. Og þeir eru til. Sko hann er Man U legend, þannig að ég með líður eins og hann hafi ekki spilað fyrir annað lið í Bretlandi. Ég ætla að segja að LA Galaxy. Það er rétt. Yes! Real Madrid líka rétt. Er það? Já, og AC Milan líka. Og PSG líka. Vá, ok, tjúvill mikið. Vá, ég fekk allt í henni bara, er ekki LA Galaxy síðast sem hann spilaði fyrir? Jú. Já. Hvað er það hann síðan, veistu það? Nei, það er ekki síðast. Hann sko var í Man U og svo fór hann á láni til Preston North End eitthvað þegar hann ungur, svo fór hann til Real Madrid 2003-2007, svo fór hann til LA Galaxy ég veit ekki, 2007-2010 eitthvað og kom tvisvar á láni til AC Milan og endaði svo fyrirlegin 2011 held ég í PSG. Ok, vá, ég veit ekki ég var eitthvað svona að hugsa, þú veist, Suður Ameríka svo fór ég að hugsa að ég veit hann er í Miami liðinu á það. Já, nei, 2013 PSG. Ok, þá kannski þannig að samt svaraðu hvaða fótboltalið á David Beckham er næsta spurningin. Já, það er og Miami er ekki nóg. Ok, það er þetta er Miami þetta er Blake treyja, sko. Já. Messi spila fyrir þá. Já. Þeir gerðu úr með Tudor sem er mjög nett. Já, aldrei lesa sletta úr sér sett úr klaugunum. Þetta er Miami ég veit það ekki. FC Miami. Það eru til 2 Milan-lið, AC Milan og þetta er ekki Já, þetta er Inter Miami. Það ekki, það ekki bara. Ég fekk ekki rétt fyrir þetta. Nei, ekki rétt. Þú ert með 1 af 2. Já. Heimsmetið í 100 metra hlaupi karla var sett 2009. Hver setti metið? Og þú veist, kannski aukast þegar þú veist hvað metið er, en það er ekki inn í keppninu. Ok, 2009 já, byrju, hver var aftur í 100 metrum þá? Ég veit bara einhvern svona frægan hlaupara og það er Usain Bolt, þannig ég ætla að segja Usain Bolt. Það er rétt. Takk. Þetta er ógeðslega common knowledge, skilur. Hann er legend og viltu ég segja hvað hann var fljótur að hlaupa 100 metra? Þú hljópst þetta. Hann var 9,87, ég var eitthvað í kringum 12 sekúndur. 9,58 og þú varst eitthvað í kringum 27 sekúndur. Hann var 9,58. Finnst ekki nett samt að ég náði 9, það munaði bara hálfri sekúndu. Já, eða meira að segja minna, basically. Ok, þetta var vel gert. Takk. Ég með 2 af 3. Já. Hver vann síðasta HM í fótbolta sem var árið 2002?
Þetta er nefnilega sko, þú átt í raun að vita þetta, þú hefur séð þetta allt, skilur, þóttu sér þetta ekki íþrótta áhuga maður. Einmitt, sko, ég held að England hafi verið eitthvað svona, þú veist, þetta hafi verið á milli Englands og eitthvað annars, að ég man ekki vel eftir þetta football is coming home eða eitthvað og svo töpuðu þeir eða hvort það hafi verið EM en HM ok, hver eru ógeðslega góðir í fótbolta? Það er, þú veist það er Spánn, það er Þýskaland og það er er þetta ekki bara Spánn eða Þýskaland? Ég ætla að segja að þetta sé Spánn. Það var, hann er að spila með Inter Miami. Hver? Lionel Messi, Argentína. Já, nei, þetta var fucking Portugal og Argentína eða ekki, sem voru í úrslitum. Nei, já, þeir fóru ekki en þú vorst að tala um EM með England og Ítalía. Já, ok. Það sem við töpuðu. Heyrðu, fyrir hvað íþrótt er Roger Federer þekktastur fyrir og auka stigið og viss frá hvað landi hann er? Það er tennis og ég veit ekki hvað hann er. Það er rétt og hann er frá Sviss. Já, takk. Þá ertu með núna 3 af 5. Þetta hérna, þetta er eitthvað sem að þú... Er þetta 10 spurningar eða? Já, okay. Þú veist þetta. Hvað er fyrra nafn fótboltamannsins Maradona? Diego. Og hann er númer 10. Já, þú veist þetta út af Erpi, já, sko reyndar, já, ég skil myndir halda en hérna, það er út af bróður minn, Hansi. Hann elskaði Maradona, það var til svona Maradona spólur heima. Aha. Já, hann hérna, ég var snemma kynntur fyrir Maradona. Snemma Maradona-kall. Já, ég elska Maradona. Alltaf elska. Já, alltaf elska. Hand of God, ekki? Jú. Hversu oft eru ólympíuleikarnir? Þeir eru hversu oft? Já, einmitt. Þeir eru tvisvar á 4 ára fresti. Það eru vetrarólympíuleikarnir og sumarólympíuleikarnir. Það er rétt. Yes! Ég fór alltaf að hugsa einmitt það sko. Vetrarólympíuleikana? Já. Þú varst ekki að hugsa það, ok, sko, spurningin er kannski sumarólympíuleikar, þeir eru 4 ára fresti. Já. Þú fær bara rétt fyrir þetta. Og ég líka. Sjátt á okkar mann Nonna sem var að skíða fyrir Íslands hönd. Já. Kóngurinn, hann er úr Kópavogi. Ólympíukóngur. Já. Ég sá það um Ég held að þetta stóri. líka. Það var vinahópurinn hans, já. Sjátt á Nonna. Við spilaði ambalnars. Hún er vinahópurinn hans næs við hann. Já. Og það hann var á ólympíuleikunum. Já, algjörlega. Þetta er íþróttasnillingur bara eins og Þeir fóru nokkur út að horfa á hann. Aha. Já. Það var ekki geðvikt að maður ætti eitthvað. Jón Erik, okkar maður, kóngurinn. Var ekki að maður ætti eitthvað vin sem gæti eitthvað íþróttum. Gæti maður að fara að horfa á hann. Skota Aronlega. Nei, ég reyndar að fara að horfa á hann. Maður sé það, með 1 2 3 4 af 6 5 af Hæ? Þú varst með Beckham. Ég með 2 villus. Já, sko, Beckham, þú varst með enska landsliði, ég gef þér það 1, 2 af 3 2 af 4. Ég er tvisvar búin að snúa á þig með viskuminni, bæði með enska landsliðið og ólympíuleikana. Og ég fyrir yfir þetta smá. Fyrir hvaða íþrótt er Simone Biles þekktust fyrir? Simone Biles. Og það er auka stig og þú veist hvað hann er stór. Hún er í 5 leikum og hún er frá Bandaríkjunum og hún er 1.52. Új, hún er 1.42. Új! Hún er bara Danny DeVito, segir sko. Minni. Hvað er hann? Hann er 1.48. Aha, þetta er hann algjör sláni, kalli. Þetta er vel gert. Takk. Það var hann núna. En veistu af hverju ég veit þetta? Ég veit þetta bara út af einhverjum memes. Já, ég veit það, en þú veist, allt þetta sem ég er að taka, þetta er svona dæmi sem að þú þarf bara að fylgjast með, já. Nei, segja, þú veist, til þess að vita þetta ekki, já. Þessum Simone Biles, þú bara þarf að vera ekki með netaðgang. Já, þú veist. Hún er huge, hún er miklu stærri en íþróttin. Já, hún er það, skilur, og bara myndirnir af henni með Shaquille og eitthvað, skilur, þetta var alveg svona gali. Shaquille O'Neal. Já. Hvað er fyrra nafn á Williams systrunum? Hjá Williams systrunum? Já.
Þú veist hvað systur ég er að tala um Býtu ég þarf aðeins að hugsa Williams systurnar, íþróttir já, hérna tennis drottningarnar, það er eins og þú kallar þær já, það er Serena ekki Selena, það er Serena Já, Williams sem að var hún og Drake voru eitthvað að þetta og svo er það Venus eða Venus fuck þetta veit ég bara út af einhverjum rapptextum Já. Venus and Serena og eitthvað Þetta er einmitt svona, svo eru síðustu tvær svona smá, kannski erfiðari ok, gott, samt, ég elska ég sé hérna í heitasætinu Já, þú ert aðeins að hefna þeina því að ég hef stundum tekið svona common knowledge um pólitík og eitthvað já en samt eins og þetta sko, þetta er samt alveg svona, já, pólitíki er alveg sko, en já, en ég er ekkert að hefna mér samt, þetta gengur það vel hefur. já, takk Hvað er marathon langt í kílómetrum? það eru 40, sko ef þú segir 42,5 þá er þetta hálfviti en þetta er 42 kilometrar Nei, þetta er 42,2 Ok, 42, það er rétt Býtu, þú ert bara búin að klikka á sko ég klikkaði á hérna tveimur, eða ekki? Inter Miami Já, og hver var hann HM? já, bæði fótbolspurningar Jú. ég veit bara ekkert um fótboll Hvað er það mesta sem þú getur fengið með einu kasti í pílu? í einu kasti 180 Það er ránt. hvað meinur þau? Þetta er í 3 köstum. það er samt eitt að gera Eitt að Eitt gera? kast, ok, já, ok eitt Bíddu, kast. bíddu. Bíddu, eitt kast er þá 3020 sem er þá 60 Ok, ég fæ hálft stig hérna, ég miskildi spurninguna ok. ég er með próftíða Ég líka fílaði, þú ert með góða rödd, þú væri geggjaður sem... Takk. ég er náttúrulega tvis að farið á HM í pílu Já, sko. já. Ali Pelli. já Hvernig- 180 hann er hægt Hann er hættur, ég er að segja ég náði honum Það kom, já, hann náður að sjá hann. Já. Hún náður hann líka bara röddina. Ég tæklaði Já. Nei, þú ég var ekki, mætti og tæklaði hann, ég náði honum þú hefðir að vera svona í Íslandi. já, pílumenningin er samt hérna það er alveg pappin að eins og hérna Sjallipalli Já. Dóra, Já, Shelly Pelli, já. við þurfum að fara á það Líka bara, bara alltaf laugatöfum, ég get aldrei gert neitt á laugatöfum já. Halló? sitt í því já, allt er góð já, Mhm. ok. Ok. Þetta var Kristján Sainz, meðlumur Tónhils og Akademi og hérna Og sjónvarstjarna. já, nei, sko Kvikmyndastjarna. undir ísnum hvetjum öll og alla til þess að fara í bíó Átni er með hann í smá Átni er að flytja inn eitthvað svona herbs sem Já. að er gott í morgumat og svona Krissi, jurtate. já, jurtate sem, og Krissi er fyrstur til að koma inn og er að selja það áfram og hann í rauninni fær Já. prósentu af því sem hinn er ná já, inn sko. líklega þessna sem hann var að banka því hann var að prófa til fyrst skipti og hann var svona rauð flekk áttur Já, hann var eins og hann væri bara með bráða á hann já, með svo var að blæður augunum honum Já. en við tjekkum á hann bara eftir podcasti Algjörlega, hann er örugglega fengið sér aðeins og mikið bara já, hann má ekki taka meira en hálfa teskið Algjörlega, annars ertu dauður Já það er búið Já, quizið já. Quizið búið, já ok, þannig að ég fekk 7,5 eða hvað Já, 7,5 af 10 Það er bara, hei, það er mjög gott sko. já, takk Sko, það er kannski spurning hvort ég var svo spenntur að öskra 180 ég hefði að spyrja þér nákvæmlega hvað myndir ég hugsaði, Já. þetta kast kannski ætti ég næst að fara með í semi-basic og sjá svona hvenar þú, þetta er svona eins og þegar þú ert á lækni og ert að, bara svona hvað stafi sérðu Já. þangað til þetta feitar út sko, ég var til í næst Hvað? ég var til í bara fótbolta common Já. knowledge af því að þú veist, ég held að ég myndi alveg vera afleitur þar Aha. ég held það, sko Ekki þetta væri einhver heitirgörar nei, það er líklega ekki það ég veit þetta mikið um heitingurinn sko. þú voru að sleppa rún í spurningunum Já, það er verið ekki Já, og við þú, hvað er eitthvað framöndan í vikunni? ég er bara að klára plötuna sko já, ég stefna að vera með hana ekki stefna, hún bara verður klárið á föstudaginn þú er náttúrulega búin að heyra svolítið mikið af henni Já. og bara eiginlega öll lögin Já, mér finnst það geðvægt það og ekki? ég líka bara fílaði ógæslega mikið í rappi sko, Mhm. þú veist, og ég hef hlustað mjög mikið á það og Já. ég hlusta svona basically meira á rapp heldur en eitthvað pop, Já. skilur einmitt og Páll Óskar finnst mér besta lagi með þeir sko það er og ég var að rosalega. hlusta helling á
þessi lög, mér langar að fá Það líka 24 tommur geðið og náttúrulega hann harði parturinn í Rose já, það alveg my cup of tea sko. Já, og ég held að vera bara geðið og líka hann að samplað ég bara já, geðveikt. þetta verður veisla Þetta verður algjör veisla og ákvæðast að fá einhvern úr laginu aðan það eitthvað nýtt eða? Býtu hvað segir á hvað já, það hérna á heiminn á herðar mér Já, geðveikt og hvenær er þetta að koma út? Þetta kemur út í apríl ég er að horfa á ég þori ekki að segja dagsinningu en þetta er allavega apríl og örugglega í síðasta lagi miðjan apríl þetta kemur ekki eitthvað í blálógin sko. Þurfum við ekki líka, er ekki Platans Þormars að koma út á föstudaginn? Er hún að koma núna? Hún á að koma 18. Ok, Það var kannski köttur ég út held að hann sé ekki búin að gefa það út sko. Nei, en þátturinn kemur alltaf 15. Já, einmitt en kannski er það surprise Nei, líklega ekki surprise, hann byrjar örugglega að peppa það núna en kannski kemur nærmum ekki droppinni, skilur tíma. Alltaf Þormar er vinni í plötu og ef hún er komin út þá hlustið á hana Þá hlustið á hana, ég er með lag á henni Ég er með lagaða lög á henni Já, þú ert með trillag með við skulum ekki segja henni Þú ert með trillag með Já, bara blikk Jep, það er bara blikk Ég á að taka þakklætishátíð Já, ég er mjög til Ég er þakklátur fyrir að hvað er ég þakklátur fyrir í dag? Ég er mjög þakklátur fyrir að Sofía sé að fara að koma í fjölskylduna og hérna, þakklátur fyrir líka bara þennan dag sem ég átti með strákunum við fórum í brunch og fórum svo í bíó og bara mjög næs Hvernig á myndin? Hún var bara geggjuð Hún er að fíla hana? Já, ertu búin að sjá hana? Nei, ég sá hana ekki, Inga fór með haug Hún er skemmtileg, hopparar Hún er góð Það eru allir að fara á hana fyrir mig Já, það var tróðfullt sölur, ég átti að segja það Já, ég er þakklátur fyrir lífið þakklátur fyrir styrmi, flúrara þakklátur fyrir þig þakklátur fyrir að fólk þrátt fyrir skítuna að hljóðinu hafi samt hlusta og já, ég er að spá að láta texta ævisöguna, bara til að eiga hann einhvers þar bara geta sett hana eina bara inn á YouTube og bara þakklátur fyrir allt sko Happy Hydrate Hagkaup Dominos Takk hafið vini mína fjölskyldu og menningu Þetta er voða næ sko þetta hljómar eins og þessi mikill galsiðin hjá okkur að vera eitthvað að tala eitthvað svona þakklætishornið en þetta í alvörunni mjög næs að taka þú veist bara þú kæri hlustandi að bara svona einhvern tíman yfir daginn bara svona að loka augunum og hugsa bara fyrir hvað ég þakkláttur eða þakklátt fyrir bara hvað kunna meta það sem maður hefur þegar lífið er svo hratt bara aðeins að stoppa og bara ok, bara vákvað ég bý vel að eiga þennan að eða þetta og hlakka til að gera þetta Já, það maður svolítið kannski getur líka svona maður er eitthvað branded Já, nákvæmlega Já, og bara stepp full í traffíkinu eitthvað en getur kannski bara, heyrði, þú skiptir þetta einhverju máli skilur, er ég að fara heim að fá mér Dominios skilur Já, nákvæmlega Heyrðu, takk fyrir okkur félagsmiðstöðin heldur ótrúið áfram og við hlökkum til að spjalla í eirað okkur næst vonandi er þið ekki alls sofnuð í gæðum og ef þú ert að fara að sofa og aftur í boði Reykjavík Fótó við erum ennþá með til láni Já, við erum ennþá með til láni Reykjavík Fótó ekki bara Fótó og ég vildi segja við þig ef þú ert með okkur eirunum og ert að fara að sofa að ég vona að þú eigir yndislega nótt og bara og dreymir fallega drauma og segir helst bara þínu nánustu frá bara öllum dítelunum úr draumunum og það er svo gaman algjörlega bara góða nótt kallið minn og kona mín og vinir mínir elskum ykkur